Ég heiti Julie, ég meðstofnandi og framkvæmdastjóri Marea og við hjá Marea eigum það mission að þróa lausnir sem annaðhvort hjálpa að minnka plastnotkun eða einfaldlega ná að losa okkur við plast. Og hugmyndin byrjar í fæðingarorlofi hjá mér þegar ég sit heima og bara virkilega að átta mig hversu mikið plast bara á einu heimili. Ég var svo sem og búin að vera svolítið lengi í frumkvöðla og sprota heiminum og umhverfi. Þannig að ég var búin að vera að lesa rosalega mikið þörungar og möguleikar og allt sem stendur til boða þar. Og þannig að hugmyndin kikkar svolítið þar inn. Ok, hægt að nýta sér þessi biomaterials, efni sem í þörungum til þess að koma með lausn sem annaðhvort kemur í staðinn fyrir plast eða hjálpa okkur að minnka plastnotkunina. Þetta snýst ekki bara að fullnýta auðlindir og endurvinna það sem til, heldur að opna möguleikan lífmassa og í rauninni skapa verðmæti úr lífmassanum. Þannig að þegar maður fer að skoða þörungar, þá erum við að skoða hvað í þessum þörungum og hvernig hægt að nýta sér það. Þannig að okkar starfsemi snýst það að mappa hvað í efnum sem eru nú þegar til, sem eru í dag að fara til spillis og hvernig getum við fullnýtt það og búa til skapandi og dýrmætar vörur. Okkar þróun snýst aðallega lífplast sem niðurbrjótanlegt plast til að orða það í einföldu máli en kannski þetta bara sér umræða fyrir sig hvað lífplast og hvað ekki lífplast. En samhliða höfum við verið að þróa húðunarefni. Á ensku heitir þetta edible coating, þannig að það húðunarefni sem hægt að borða og notað til þess að verja ávextir og grænmeti, minnka plastnotkun, framlengja geymsluþol og í rauninni ná að uppfylla kröfurnar þess að tapa gæðum. Og þetta búum við til náttúrulega úr þörungakrata sem hlíðarafurður úr astaxanthin framleiðslu. Þannig að við erum virkilega að vinna í því að fullnýta auðlindir. My name is Pusha and I'm the product manager here at Maria. Today I'm going to show you a lab scale demonstration of how the edible coatings from Maria works. Though what you see today is done manually, at industrial scale it is done with a fully automated machine where the coating is sprayed and brushed onto the produce simultaneously. First I'm going to show you the first coating, which is the algae based edible coating. So this coating, once dried, it forms a thin invisible layer which acts as a barrier to reduce the moisture loss, and also it prevents the spoilage of the cucumbers. This coating solution is made of the biomaterials extracted from the leftover microalgae, which is added with more antioxidant and antimicrobial agents to help it enhance the shelf life of the produce. So this coating you see here is another coating developed by Maria, which is still under development. This coating sits as an intersection between coatings and bioplastics. So this coating is edible, but if you want to take it off, it is also peelable, and you will need to dispose this in the organic waste as it is biodegradable. Nafnið á húðunarefnið okkar heitir Iceborrea og nafnið þýðir blandað af náttúrulega ice fyrir Ísland og borea sem vísa náttúrulega í norðurljósin og ástæða fyrir því þegar þessi þörungar eru ræktaðir þá eitthvað sem heitir grænfassi og rauðurfassi í ræktunarferlinu þannig að þetta okkar leið til að vísa í uppruna á hráefninu sem náttúrulega þörungakrata úr hlíðarafurð úr astaxanthin framleiðslu. Kannski sömuleiðis skemmtilegt að segja að á spænsku Marea þýðir fjara og við sjáum okkar starfsemi svolítið sem þessi hreyfing fjarans bara fram og tilbaka og þessi endalaus hreyfing í lífinu að við þurfum alltaf að vera að skapa eitthvað nýtt og fara fram og tilbaka.